Jakob Líndal umhverfis sálfræðingur sem svona sérstök grein. Hann meira sem doktorspróf í umhverfis sálfræði og mikið að velta fyrir sér hvernig við getum skapað umhverfi sem styður við heilbrigði okkar og hamingju. Og við ætlum að ræða það í þættinum í dag. Og mér langar bara að byrja á þessari spurningu. Hvað skiptir mestu máli ef við ætlum að búa til samfélag, hamingjusamfélag? Já, sko, það náttúrulega ansi margir hlutir. Takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir að koma. Sko, við þurfum fyrst og síðast, þá þurfum við bara að horfa til þess hvernig við erum samansett og samanskrúið. Þannig að við þurfum að virða það hvernig við erum frá náttúrunnar hendi, hverjar eru þarfir okkar, hvað viljum við, hvað þurfum við og ef við mætum þeim áskorunum þá erum við strax á mjög réttri leið með þetta allt saman. Ef við veltum fyrir okkur hverjar þarfir mannsins eru. Já, ég meina það, sko við þurfum, það ákveðið umhverfi sem að við í rauninni þurfum á að halda, einfaldlega vegna þess að, ef ég nú vísa þá bara í fræðin. Já, ég að spá, þegar ég að hugsa svona, ef við byrjum á svona einhverju útópíu, ef að þú mætti velja og hanna staðinn þar sem þú vilt vera, þar sem að þú ert með aðstæður og umhverfi og félagslegt og náttúrulegt þar sem að allt væri fullkomið fyrir þig. Hvernig væri það miðað við þína þekkingu? Sko, þá myndi ég sækjast að vera í svona náttúrulegu umhverfi. Já. Ég myndi sækjast eftir því að vera, semst, og þegar ég að tala náttúrulegt umhverfi í þessu samhengi, þá ég samt að tala svona, það einhvers konar þéttbýli, ekki stórt þéttbýli. Heldur svona þéttbýli þar sem hægt að mynda samt einhvers konar samfélag. Í nánum tengslum við náttúru. Stutt að fara upp í heiðmörk eða já, svona eins og... og líka hún sé bara sko í kringum mann í hennu daglega lífi. Já. Og það væri hægt að bjóða manni upp á tækifæri til virkra ferðamáta, semst hvort maður vill labba eða hvort maður vill hjóla eða einhvers konar aðra virka ferðamáta, eða maður þarf að nota, semst að maður getur nota bíl líka. Já. Svo væri náttúrulega frábært að geta verið með einhvers konar ræktun, geta verið með einhvers konar aðstöðu fyrir fólk til félagslegra samskipta, geta haft aðstöðu til semst hreyfingar innandyra þegar að veður eru kannski ekkit sérstök og svo náttúrulega bara það líka að sumar til dæmis íþróttir eru bara henda bara innandyra. Þannig að sko að ef við getum komið þessu saman. Þú segir það sé náttúra. Já. Einhvers konar ræktun, þægilegur þægilegur... Þessi valmöguleika varðandi ferðamáta. Já. Og þetta með hreyfingu inni og úti. Já, og það sé sko að þú hannir og mótir umhverfið, til dæmis varðandi sko samgöngur og þá sérstaklega fyrir virka ferðamáta, að þú miðir við sko hvernig fólk hreyfir sig í gegnum umhverfið sitt. Já. Og það vill nú reyndar þannig til að ég fengi tækifæri núna til að skipa, eða semst að leiða verkefni. Já. Þar sem við höfum verið að fara inn í þetta og gefna dálítið svona, ég ætla að gefa svona frjálsar hendur hvað varðar hönnunina og skipulagið. Hönnunina á samfélaginu? Já, semst við erum ef við förum bara í Árnes, í Skeið- og Gnúpverjahreppi, þá er verið að stækka þéttbýlið þar, talsveit mikið. Og þar erum við að leggja upp með það að skapa sem sagt sjálfbært og sjálfbært samfélag sem hefur seiglu, sem að skiptir rosalega miklu máli, sem seigla í rauninni hæfni okkar til að bregðast og standast breytingar. Já. Og á þessum tímum þegar það eru... Aðlögunarhæfnin, að hún sé höfð með út, við vitum ekki alveg hvað gerist. Já, akkurat, að það sé svona, að við höfum dálítið svona borð fyrir báru hvað þetta varðar, að við séum ekki að keyra allt í botni sem sagt, og við höfum ekkert svigrúm til ef það verða einhvers konar breytingar. Segðu mig dæmi þetta, hvernig þú myndir bæta þessu inn í konseptið. Sko, það sem við gerum það að við stuðlum til dæmis að því að það séu rík samskipti milli fólks á sama tíma
og við gefum fólki tækifæri til einveru. Sko, það er nefnilega svo mikilvægt að þegar við erum að spá í, veist, eins og félagslega samskipti, þá er svo mikilvægt að við höfum líka, sko, að þetta er vídd, þetta er ekki, sko, eitthvað einn punktur, heldur þetta er vídd sem fer frá einveru upp í fjölmenni. Já. Og það er svo mikilvægt að við hugum að hvoru tveggja og það sé einhvers konar stigull milli þessara tveggja póla. Þannig að í skipulagsmálum þá er svo mikilvægt að við séum að skapa fólki tækifæri til einveru þegar það kýs einveru og svo tækifæri til samskipta þegar það kýs samskipti. Mér langar að ræða þetta eftir út frá umhverfis sálfræðinni, samskipti og þetta, hvað við þurfum varðandi þetta. Já, þetta er rosalega mikið vegna þess að, veist, það er, menn í háamálum stendur maður manns gaman og það er alveg satt. Veist, og þess vegna þurfum við að huga að því, við erum náttúrulega svona, erum félagsverur frá náttúrunnar hendi. Þannig að þetta er svona einn þátturinn að í Árnesi, þá byrjuðum við, það var fyrsta sem við gerðum, það var það að við byrjum að því að leggja niður samgöngukerfið. Þá er ég að tala um þessa stíga og hjólastígana og göngustígana. Við byrjum að gera það, svo kom einhver gata fyrir umferðina þar í kring. Svo hugsuðum... Fyrst hvernig hreyfir fólki sig Fyrst hvernig það hreyfir sig svæðið. Hvernig mætum við því þannig að það sé rökrétt. Og þú bara labbir hindrunarlaust. Svona þannig að þá er ég að tala um svona í sálfræðinni, það sé ekki einhver hott sem þú þarft að beygja eða þú ert að skera þig eins og við gerum náttúrulega oft og þannig verða til svona óskastígar því við erum ekki að fylgja hugmyndum hönnuð það hvernig eigi að labba. Þess vegna fer maður út á grasið. Akkurat, og þetta er út um allt, skilu, og það er náttúrulega bara því þannig er ekki verið að mæta einmitt þörfum og eðli fólks. Þannig við byrjum að leggja þetta stígakerfi. Svo lögðum við niður grænusvæðin í kringum stígakerfið til þess sem sagt, að geta stutt við stígana. Þannig að það sé að þú sjáir ástæðu til að nota stígana, þá þurfa þeir að vera aðlaðandi, þeir þurfa að gefa þér eitthvað, þeir þurfa að hafa eitthvað upp á eitthvað að bjóða. Eins og læk og gróður, bekk, já. Veist, það getur verið lækur ef svo ber undir, já. Það sé bara flóra og fána, skilur, landsins, þarna. Já, það sé aðstæða til að setjast niður. Já, svo getur verið með svona dvalasvæði, þar sem þú getur verið með grill. Við hugsaðum líka með okkur að við getum verið með svona lítil samfélagshús við stíginn, þar sem að til dæmis maður geti til dæmis bara sest inn ef maður væri orðinn þreyttur, veist, og vildi kannski aðeins fá sér bara tesopa eða eitthvað, skilur, þá getur þú tekið það með þér og sest inn í þetta litla hús. Já, það þarf að hugsa sérstaklega svoleiðis á Íslandi að það sé hægt að komast í skjól. Já, ég meina það er akkurat, og við gerum alltaf lítið að því að hugsa að við þurfum að vera í skjóli, við þurfum að skapa skjóli því þetta getur stundum verið svo ansi fúlt og erfitt. Og það er líka bara, ég meina og það kom upp í gegnum skipulagsferlið, að þá er þetta það sem til dæmis eldri borgarar, þeim finnst þetta mjög góð hugmynd að fannst það þarna í þessu ferli. Og það er til dæmis að hafa þá líka salernisaðstöð sem er til dæmis bara eitt. Ég meina að fólk geti farið og komið við á salerninu í göngutúrnum ef það þarf, því að hvað er meira svona stemningsbrjótandi þegar maður er í göngutúr en að vera í piss í buxurnar, bara sem dæmi, Þannig að við settum það þannig að það er stígurinn, það er náttúran og svo var byggðinni, húsunum raðað í kring. Og þar erum við að hugsa að við sköpum ákveðan fjölbreytileika milli húsa, en á samaskapi þá gætum við að samræmi. Þannig að það sé eitthvað heildaryfirbragð sem er að þú getur séð, já, ok, þetta tilheyrir hvort öðru en það er fjölbreytileiki. Þannig að það sé eitthvað fyrir auga, eitthvað sem gleður auga, það er eitthvað sem er örvandi og svona fær maður til að spá og spekulera. Og líka eftir smekk fólksins kannski, eða eru þið alveg að hanna þetta sem sagt burt sér frá því hverju koma til maður búa? Nei, þarna má síðan bara aðlega hvernig veist, og það þarf að gefa visst svigrúm í svona að það sé ekki verið að hanna alveg onni bara nagla,
skilur. Til þess að fólk geti gert þetta sínu. Já, það skiptir okkur máli að geta gert þetta að okkar. Þannig myndast líka tengingi við umhverfið, að við getum mótað og persónu gert það svolítið eftir okkar höfði. Það svo margt sem að kveiknar hjá mér með þetta. Mér finnst þetta mjög áhugavert verkefni og og ég velti fyrir mér, þú veist, og mér langar líka að ræða eftir að það eru til rannsóknir sem segja sko þetta eykur langlífi að búa í náttúrulegu umhverfi í góðu svona samfélagskerfi. Það betri heilsa, miklu minni streita og alls konar þættir sem spila inn í. Og þessir þættir, kannski ef við komum aðeins að því sko og út frá þessum hugleiðingu þínu með þetta, bara gott að hafa þetta Árnes sem dæmi. Ert þú að vinna með þessa þætti? Hvað styður við heilbrigði og hamingju? Já, það hefur verið sko, ég er búin að vinna í skipulagsmálum yfir 20 ár og í mínu fyrirtæki en Valis, þar er umhverfissálfræðinni kjarninn og utan að það kemur svo hönnunin og utan að það kemur síðan þrívítatækni sem við erum að nota, tölvuleikjatækni og það er liður í því, hugmyndin þar að baki það að geta skapað notendavænt og aðlaðandi tölvugjart umhverfi fyrir fólk til að sjá og upplifa framtíða sína. Já. Þannig að þú geti stigið inn í framtíðina og þú geti séð þetta með einföldum og aðgengilegum hætti á sama tíma og við getum safnað síðan gögnum það hvernig þér líkar það og við getum velt því aftur inn í okkar vinnu og þannig áttum við okkur betur á því sko hverjar eru þarfir, hver er vilji fólksins á sama tíma og við leggjum síðan fræðin oná. Já. Þannig að við reynum að mynda sko einhvers konar kombinasjón. Og samtal við hugsanlega íbúa, þannig að þeir fá að koma með sínar hugmyndir og athugasemdir og tillögur þarna inn. Hugsanlega íbúa, núverandi íbúa sem náttúrulega það verið að gjörbreyta þeirra umhverfi og maður verður að fara, maður verður að virða það. Já. Að þegar að verið að gjörbylta umhverfum manns. Já. Þetta er mikil breyting. Að þá verður maður að hlusta og setja sig í spor þessa fólks sem að hefur sem býr, hvort sem það er í Árnesi eða öðrum stöðum, sem býr á staðnum, hefur ákveðna sýn, hefur ákveðna tengingu. Það getur verið ákveðin element í umhverfinu sem skipta þau máli sem að maður frá Reykjavík eins og ég get ekki átta mig á því, hvaða element það eru og þetta hafa verið gerðar rannsóknir á þessu og þetta er stórmerkilegt og það er rannsókn sem ég vísa oft í, hún var gerð bara mjög nýleg, hún heitir Snjólaug Jóhannesdóttir sem var í doktorsnámi og var að gera stúdíu á minningum fólks. Þegar fólk er að labba götur Reykjavíkur og hvaða minningar koma upp og hvernig fólk tengist sínu umhverfi. Og þetta er svo stórmerkilegt það sem er að koma út úr svona rannsóknum og þetta er að sýna okkur og það sem ég nota sem dæmi úr þessu, því mér fannst það svo frábært, að það er bara einhver staur við gamla stýrimannaskólan og það er maður sem er þarna til þáttakandi í rannsókninni að hann hefur svo sterka tengingu við hennan staur. Ef að ég myndi labba fram hjá þessu staur, þá bara er þetta eitthvað sem mætti fara bara strax. Og kannski þú líka. Það skiptir engu máli. En þarna er þessi maður með þennan staur, að það gerist eitthvað mikilvægt í hans lífi við þennan staur. Og hann þekkir hennar staur. Og þetta er svo stórkostlega áhugavert. Já. Og það er svo mikilvægt að við gætum að þessu. Já. Og í tengslu. En minningar tengdum svona mannvirkjum kannski? Já, og bara þess vegna bara svona litlum hlutum eins og þessu sko. Já. Og við getum jafnvel verið að tengja okkur þannig að eitthvað sem skipti kannski foreldra okkur máli. Já. Að það getur skipt okkur máli þó að við höfum kannski bara aldrei, hefum enga sérstaka beina reynslu af
því umhverfi að þeim hluti eða slíkt. Já. Þannig þetta er svo, þetta er er svo áhugavert, magnað, já. hvernig við erum samansett og samanskrúið og bara sem dæmi, bara varandi Árnes, bara til að tengja þetta aðeins við það aftur, að þá til dæmis var íþróttavöllur við hérna, bara þarna í núverandi þéttbýli, Já. fótboltavöllur, sem að heimamenn byggðu upp fyrir nokkrum áratugum. Og þegar ég kem þarna og fólki sem hönnuðnir, þá náttúrulega liggur það beinast við það sem er verið að tala um, að taka bara og setja göngustíg þvert yfir þennan íþróttavöll og færa hann íþróttavöll. Íbúarnir í könnun sem við gerðum síðan, þegar við vorum að kynna þessa hugmynd, þá kemur þetta ljós, þeir vilja alls ekki færa hann íþróttavöll. Og þá kemur það akkurat þetta, það er þessi tengsl. Já. Pabbi var hérna, hann vann þetta, pabbi var að gera þetta eða mamma var að gera þetta, og alls konar. Já, ég fyrir mér sér gæsahúð, sko. Og þar alveg, þá bara íþróttavöllurinn áfram. Já, þetta skiptir máli og við verðum að virða þetta. Já, ég hef oft verið hérna og ég upplifði þetta og hitt hérna í tengslum við þetta. Já, mannst eitthvað mót hérna, 60 metra spretthlaup hérna þegar þú varst 10 ára eða eitthvað, skilur. Þannig að það er svona kannski stundum góð þessi íhaldssemi að halda í það sem að er, þó að það væri gaman að gera eitthvað nýtt. Já, þetta er fyrir mér þá snýst þetta sko, íhaldssemin er góð upp að vissu marki, auðvitað verður náttúrulega, ég meina, tíminn líður og það eru hlutinni breytast og við verðum að viðurkenna að það er þannig. Já. En það er samt þannig að ef að fólk fær að hafa, ef að fólki finnst á það hlustað, að þá er það miklu meira, þá er það tilbúnara til að fara í breytingar, það er tilbúnara til að sætta sig við niðurstöðu sem er kannski ekki endilega þeirra fyrsta val, það er þetta samtal og það er eitt af því sem ég hef líka lagt svo mikla áherslu á. Þess það er ekki bara þetta samspil fólks og umhverfis, heldur líka hvernig við vinnum með hvernig vinnum við með fólkinu að skapa sem besta niðurstöðu fyrir sem flesta. Frábært. Það sem ég dettur í hug núna er samt, ert þú með alls konar hugmyndir sem að fólk veit ekki að það myndi vilja? Og nú dettur mér í hug út, ég tók svo áhugavert viðtal núna bara í lok síðustu viku eða núna helgina við mann sem er mikið að ferðast og býr í Hollywood og Soho í London og Tælandi og fer út allt. Og hann var að segja þá sér hann svolítið hvað við erum svona föst í forminu. Og mér datt nú í hug, þeir sem hafa búið í útlöndum vita að það er til alls konar lífsgæði sem við áttum okkur ekki á og erum ekki þá að biðja Þannig að dettur í hug einhver atriði sem þú myndir gjarnan vilja segja, hei, þetta væri gott fyrir okkur að hafa í hamingjusamfélaginu okkar. Já, ég hef tekið þann pólinn í háðina og þess vegna finnst mér mikilvægt að þetta er, eins og ég sagði, þetta er samvinna, þetta er svona kombinasjón af fræðunum og svo svona þess bara hvað fólk vill, þess að maður stúderar bara svona á staðbundið. Já. Við þurfum að blanda þessu saman til þess að geta tekið næsta skref. Þannig að ef við ætlum bara að hlusta á það sem að íbúar segja, ætlum bara að hlusta á það, þá getur kannski verið að þá svona farið mitt að ríkja ákveðin stöðnuna því að fólk er vanafast. Við viljum almennt ekkert að þessi við ekki verið að breyta. Við viljum ekki breytingar. Það er bara mannlegt eðli. Þetta er mjög fallegt í mannlegu eðli. Við höldum bara þetta sé gott. Já. En við vitum það á sama tíma að það er hægt að gera hlutina áhugaverða. Veist. En þá getum við þurft að taka eins og kipi í einhverja spotta. Og þannig hef ég nýtt fræðin og hugtökin í fræðunum til að reyna að rökstyðja. En getum við aðeins fantasera með þetta? Út af því að bara konkrétt. Nefndu nokkur atriði sem þú myndir mjög gjarnan vilja hafa í þínu nánasta umhverfi sem að kannski engum öðrum dytti í hug. Vá. Já, og það má allt. Það má allt.
Ég myndi vilja hafa kajak til dæmis. Já, ég get alveg, já. Ég myndi vilja hafa rammarshjól sem við eigum saman. Þú veist, ég myndi vilja hafa svona spa aðstöðu þar sem við komum saman og hittumst þar. Ég myndi vilja hafa samfélagshús. Já, ég tek undir allt þetta. Mér finnst heldur til með samfélagshús, það held ég sé eitthvað sem getur verið mjög mikilvægt fyrir okkur. Ég myndi vilja til dæmis að veri byggt meira svona í hring, og við værum að horfa svolítið inn á við. Já. Og sameinast um eitthvað. Sameinast um eitthvað og svona sko við sem sko hvernig að segja þetta við sameinumst um hluti á sama tíma og við vissulega höfum eitthvað, við höfum líka okkar privacy, klárlega. Þannig að þetta sko fyrir mér þá þetta sambland á milli þessara félagslega samskipta og það að geta verið svo útaf fyrir sig, það mikilvægt. Mér finnst það gleymast svo mikið þetta að einhvern veginn þetta samveru dæmi á eigin forsendum. Þannig ég hugsa rosalega mikið þannig og svo ef ég fer bara í gær og helgina var ég upp í mínum bústað upp í Borgarfirði, þar sem ég hef talsvert land til umráða sem ég get verið að bara get gert það sem mér dettur í hug. Ég meina þar hefur við bara svona sem einhverja fantasíur eða svona sem væri gaman að gera. Við höfum til dæmis oft rætt svona hobbitahús. Þessi svona sem eru svona grafin einhvern veginn inni eins og var í myndunum Hobbitan og Lord of the Rings og það. Það getur verið eitthvað slíkt að búa til svona landslag og einhvers konar rými, ræktun og þá ég ekki endilega að tala að setja niður gulrætur. Ég kannski bara allt eins að tala trjárækt eða ég að tala blómarækt. Að búa til eitthvað rosalega aðlaðandi og uppbyggilegt umhverfi. Og öðruvísi eins og í þessu tilfelli. Og öðruvísi, og alveg bara mjög náttúrulegt. Alltaf þar, Og þessi nánu tengsl, að geta farið, upp í fjöll, út í sjó, og svona þessi fjölbreytileiki, samt. En spennandi. En værir þá hugsið þetta þá til útlegu eða eitthvað svoleiðis, eða? Nei, það ekkert komið. Nei, ég var alveg hugsað bara fyrir sjálfa mig, eða þannig, skilurðu. En ég meina, en ef maður fær út í svoleiðis pælingar, þá væri, ef maður hefði, og aftur, ef þetta útópía, þá má allt, eins og þú sagðir. Þá getur maður búið til einmitt svona hús og þá getur maður leyft öðrum að njóta. Ég meina, mér finnst til dæmis mikilvægt, til dæmis, ef listamenn myndi vera í svona, fólk sem í skapandi greinum, að geta boðið upp á svona. En út af því að þetta mikið áhugamál hjá mér, svona, út frá jákvæða sálfræðinni sem svona svolítil ástríðan mín, þá hef ég átt velti fyrir mér, af hverju við erum ekki meira að sinna þessu sem þú ert þá þú veist, örugglega bara reiðja brautina fyrir á Íslandi, að einhverju leita allavega og að huga að þessu mannlegu þörfum og það sem ég kannski mikið áhuga og langar að spyrja þið úti þetta samfélagshús að vera saman að sameinast eigurnar þannig að það þurfi ekki allir að eiga 2 bíla, það þurfi ekki allir að eiga rammarshjól og kajak, heldur getur átt bara sameignir. Þú veist, þetta hljóma allt í einu eins og kommunistávarpið, en skilurðu, ef að maður í samfélagi sem byggt upp á einhverjum grundvelli, þetta til alveg út allan heim, svona co-housing eða eco-village eða hvað við köllum það. Það sem fólk tekur ákvörðun að leggja í púkk og eiga hluti saman. Og meira segja, þú veist, eru til pælingar varðandi það að þetta sé kannski eina leiðin sem bjarga jörðinni, að við séum meira að þú veist, sameinast hluti frekar en allir þurfa að eiga allt, Hvernig hljómar þetta í þínu samhengi? Þetta hljómar að mörguleyti prýðilega í mín eyru. Maður hefur oft velt fyrir sér, þurfum við öll að eiga allt. Ég meina, bílar, þeir standa meira og minna kyrrstæðir, bara sem dæmi.
það sem að maður setur svo, sko ef maður fer síðan hinum með við, þá kannski það að það þarf að vera mjög svona, meðan þurfa að koma sér þá saman kerfið. Því það er stutt í, það er stutt í ágreiningin. Þannig að kerfið þarf að vera gott, sko. Og þetta svo sem, og það, menna ef maður fer bara svona eins og í til dæmis fræði þar sem verið að skoða svona verkefnamiðaða vinnustaði. Þar sem að fólk einmitt, það færi sér milli stöðva innan vinnustaðarins eftir eðli verkefna. Þar sem þú getur verið í, prívat rými og svo getur þú valið alls konar rými og svo einhver fundarými og slíkt. Þetta hefur sýnt sig, svona, það sem rannsóknir hafa verið að sýna, er að þetta getur gengið mjög vel ef að skipulagið mjög gott. Og ef skipulagið gott, þá fólk ánægt með þetta. Og nú ertu að tala vinnustæði og nú dettur mér í huga að það eru þú og margir fleiri eru mikið orðnir sjálfstætt starfandi og það nú talað að fjórða iðnbyltingin feli það í sér að við verðum meira og minna sjálfstætt starfandi. Og þá hugsa ég svona, ef maður geti búið í samfélagi þá myndi það næra mann kannski á sama stað vinnustæðir gera núna eða hafa gert undanfarna, eftir innbyltingu. Þannig að núna erum við kannski að færast inn í nýja tíma þar sem að maður ætti þá kannski bara pláss inn í samfélagshúsinu fyrir sitt verkstæði. Já, og þetta að gerast, sko. Er það ekki? Jú, þetta að gerast, að það náttúrulega verið að leigja út, svona rými og svo eitthvað sameiginlegt sem fólk hefur. Þetta náttúrulega velþekkt. Og þannig að sko, það bara þessi þörf einmitt fyrir að geta komist í samneyti við hann og geta átt í einhverju svona meiningar, eins og merkingabæru, einhvers konar samtali við aðra, á eigin forsendum, á þeim tíma sem þú vilt, eins mikið þú vilt. Akkurat. Og þetta svolítið svona kjarnin í þessu. Þannig að það gott að, eins og ég hef ekki, frá COVID, þá hef ég ekki haft varmeskrifstofu og við vorum saman fyrirtæki, það var saman á einum stað. Eftir COVID, þá bara, af hverju? COVID breytti öllu. Það miklu fleiri sjálfstætt starfandi og heima vinnandi heldur en bara áður. Við erum allir heima. Sko, og svo bara hittust við ákveðnum stöðum. Og hittust bara þegar við þurfum að hittast. En það ekki, þetta allt miklu sveigjanlegra. Það ekki mæta klukkan 9 og hætta klukkan 5 og mæta á þennan og sitja á þessum stól. En vantar ekki stundum svona félagsleg tengsl í þessu samhengi eða finnur ekki mun á því? Sko, jú, það getur stundu verið. Það enda sko, svo það persónubundið, hvort þú hversu mikil félagsleg tengsl þú þarft. En þú þarft auðvitað alltaf einhver félagsleg tengsl. Já. En svo getur fólk verið introvert og það getur extrovert, sem sagt innkvert eða útkvert. Og þá getur það breytt öllu varðandi það hversu miklarinninni svona einveru, ef við getum orðað að þú þolir. Þeir sem innkverfir, þeir þola endalaust að þessu. Þeir sem útkverfir, þeir hafa mjög litla. Hvort ert þú? Ég giska úr sitt extrovert. Nei, ég glettilega mikið, sko, ég svona, ég myndi segja, ég væri alveg introvert megin við meðaltalið, ég ekki eitthvað super introvert. Já, náttúrulega doktor. Já, ég meina, maður ekki geta klárað það. Nei, og svona, maður alveg svona smá, já, maður þarf, ég þarf frið í því sem ég að gera. Og og þá einveran bara stundum dálítið góð. En svo að sjálfsögðu þá verði ég náttúrulega að hitta einhverju og sjá einhverju. Ég myndi ekki endast í því nema bara örfá klukkutíma á dag, sko. En ef við förum, sko, ég finn, út, eins og ég segi, ég að reyna að vera, svo sem að spyr en ég finna að þetta mjög hugleikið efni og búið að vera í mörg árindar. Ég alltaf með þessa hugmynd Hamingjuþorp, þar sem er byggt á þessum þáttum sem að snúa heilbrigði og hamingju. Og kannski inn í þín fræði þá með það, hverju breytir það? Sem sagt, ertu með einhverjar upplýsingar hvað það meira langlífi. Ég var bara að tala við tjatti áðan það. Það bara mörg ár sem maður lifir lengur en maður býr í góðu samfélagi, í tengslum og í nálægð við náttúru.
Já, þetta svolítið sko, þetta eru dálítið punktarnir sem að skipta okkur máli. Já. Veist, það bara þannig og hérna, veist, sko þegar þú ert svona já, hvað ég segja, sko, veist, sko ég hugsa þetta út frá í rauninni sálfræðileg endurheimt. Þar byrja ég. Sálfræðileg endurheimt það í stuttu máli, það að hlaða batteríin. Veist, að við erum út allt, alla daga, skilur. Hvort sem að það líkamlega eða hvort að það andlega, við þurfum að einbytta okkur einhverjum verkefnum, veist, sem geta stundum verið krefjandi og svo þurfum við að fara í búðina og svo þarf að hitta þennan og gera þetta og svona. Og þetta reynir á okkur. Og ef við hugsum okkur bara sem svona batteri, veist, þá bara minnkar bara hleðslan á batterínu. Þannig að við þurfum að fara í endurhleðslu, við þurfum að fara í endurheimt, sálfræðilega endurheimt og það gerum við einmitt, besta hleðslan náttúran fyrir okkur. Þar hlöðum við hraðast og þar hlöðum við sko með svona skilvirkustum, það dýpsta hleðslan sem að við fáum. Og þetta svo mikilvægt, þegar við förum að hugsa sjálfbærni, vegna þess að sko það að við séum að eyða orku og hlaða orku, það sjálfbærni. Það fer út og við tökum inn. Akkurat. Og þetta það sem ég vilja kalla, þetta sjálfbærni einstaklingsins, sem að byggja á þeirri hugmynd að hvert og eitt okkar þarf að vera sjálfbært til þess að við getum síðan skapað sjálfbært samfélag. En má ég ögra þér aðeins, bara út af því að mér dettur í hug, að þarf að hugsa þetta þannig að við séum að tapa orku. Ef við værum í aðstæðum sem að væru bara virkilega heilandi, nærandi, tengjandi, væru við eitthvað að tæma batteríin, skilurðu? Ef við þyrftum ekki að fara í búðina, heldur væru meira og minna sjálfbært til dæmis, út af því að ef við þyrftum ekki alltaf að vera að fara í umferðina, út af því við vitum að það sem að tekur frá okkur orku yfirleitt svona einhver þeytingur og að fara í jóga, í stressi, í bílnum, í umferðinni, skilurðu, og þurfa svo að vera í jógatímanu til þess, þú veist. Að vinda ofan sér eftir fyrir bara að vera í svona sena ástandi upp í sveit, að næra sig og innan fólk og setjast niður í verkefnin sín og fara út í garð og ná sér í grænmeti sitt og skilurðu. Já, ég skil hvort að fara. Ef við tökum þetta þá einu leveli dýpra, varðandi, sko, skiptum út orðinu orku og förum að horfa á þetta bara út frá athygli. Af því það það sem kenningin Attention Restoration Theory fjallar að við séum semst með beinda athygli og við séum með ósjálfráða athygli. Beindu athyglina notum við þegar við þurfum að beina sjónum okkar að tilteknu verkefni. Við þurfum að leysa eitthvað eða finna út úr eitthvað, við þurfum að halda athygli á einhverju. Bara það gerir það verkum að það fer að skapast þörf fyrir endurheimt. Og eftir því sem við beinum sjónum að eða nýtum þessa athygli lengur, því meiri þörf fyrir endurheimt. Þess vegna þurfum við síðan að kúpla okkur út til þess að hvíla athyglina og þá tekur ósjálfráða athyglin við og þá hefst ferli endurheimtar. Og þá það spurningin, sko, hvað þá best til að ósjálfráða athyglin virki sem skilvirkast. Þá fer ég aftur að segja, það náttúran. En ef við erum í flæði í verkefnunum okkar? Það samt það þannig að samkvæmt þessu að þá það samt, þú ert að beina athyglinni. Þannig að þú ert í flæði, þannig að þú fattar það ekki. Veist, þetta það fascinerandi að þú ert bara alveg, en þú finnur það samt leið og stígur út og þetta kannski svona og þú þarft að fara og fá þér að drekka og þú þarft kannski smá pásu og bara breyta aðstæður og umhverfi. Af því að endurheimtin, hún byggir, það eru semst 4 þættir þar á bakvið sem eru semst að til þess að upplifa sem besta endurheimt, þá þarf það að stíga út úr aðstæðnu sem að kalla á beindu athyglinna, hvort það andlega eða líkamlega, besta þessi bæði, það besta þessi bæði andlega og líkamlega, og ef þú velur annarkvort þá eiginlega meira andlega heldur en líkamlega, skiljum. En allavega,
Við þurfum að fá einhvers konar fjarveru á verkefnið. Við þurfum að fara í umhverfi sem að laðar fram þessa ósjálfráða athygli með því að það er eitthvað í umhverfinu, einhver áreiti, einhverju ferlar, einhverju viðburðir sem fanga augað og hugan með áreynslur þessum hætti. Og þetta getur verið til dæmis bara þá að horfa á ský sem er að hreyfast eða sólarlag eða einhvern fugl sem er að fljúga, eitthvað slíkt. Og orkan í þessu, örugglega líka, orkan í náttúrunni, er það ekki líka? Ef við tölum kannski það eftir, ég ætla ekki að skemma. Þetta er kemma þessa góðu sögu. Þetta er svo mjög gott innlegg og áhugavert. Og svo ertu, sem þú ert með þessa tvo þætti sem við getum kallað fjarveru og hrifningu eða fascination á hansku. Já. Og svo erum við með næsta sem er það að við vitum að umhverfi sem við erum stödd í hverjum tíma, það er bara lítill hluti af miklu stærra umhverfi. Þannig að þetta er að samhengið sem við erum í er bara partur af einhverju miklu stærra samhengi. Að upplifa sig sem hluta miklu stærra samhengi. Já, þú upplifa sig hluta af miklu stærra samhengi, bæði í rúmi og í tíma. Akkurat. Þannig að þess vegna er það nefnilega sem að til dæmis okkur finnst gömul hús eða gamlir staðir ofta áhugaverðir af því við einhvern veginn við upplifum þá þessa tengingu í gegnum tíman. Já, hérna, þetta er síðan 1750 veist. Þá förum við að upplifa, já, það eru 200 og eitthvað x ár síðan það var sko. Já. Og það gefur okkur eitthvað. Já. Og þá aftur, þá er það fascinerandi. Þannig að þeir tala saman og það eykur fjarveru okkar frá nútímanum. Og svo fjórði þátturinn, það er það að umhverfið mæti þörfum okkar. Og þeir mæti því sem að við óskum eftir á hverjum tíma. Þannig ef maður vill fara og vaða, þá er rosalega gott að sé sjór eða vatn. Ef maður vill fara í fótbolta, þá fer maður ekki upp í Esjuhlíðar, skilurðu. Já. Þannig að það þarf að mattsa. Og ef þessi fjóru þættir fyrir hendi, þá ertu að upplifa rosalega miklu. Segðu þá aftur þessa fjóra. Þetta er fjarvera. Já. Og þetta er hrifning. Fjarvera þá frá verkefni. Já, frá því sem er að kalla á athyglina. Já, ok. Og svo er það fascination eða hrifningin. Hrifningin, já. Sem er þetta áreitið ferlar eða viðburðir í umhverfinu sem fanga með áreynslulausum hætti athygli okkar, eins og fuglinn. Sem er bara svona, akkurat. Já, þetta er bara eitthvað svona alda sem er að brotna eitthvað, gára eitthvað. Og það er oft náttúran sem hún er rosalega rík af þessu nefnilega. Já. Þessin er svo miklu betra að fara í náttúruna heldur en að horfa á einhverja blokk, skilur, af því það er ekki... Þetta var mjög gott, þetta var mjög skýrt. Ok, já. Já, ég skil alveg, það er endalaust eitthvað sem náttúran getur, sem hún býður upp á. Já. Og svo er það þetta samhengi, þetta stóra samhengi, að við séum hluti af einhverju miklu stærra. Tilheyrum miklu stærra. Akkurat. Og það sé svona, þetta make allt saman sense. Já. Og svo er það þetta sem er kallað compatibility, sem er þetta að umhverfið mæti þörfum og óskum og væntingum okkar á hverjum tíma. Já. Þú fær ekki fótbolta upp í Esjuhlíðin. Já, nákvæmlega. Þannig að... Er einhverju svona grunnþættir sem að er þetta, ég kannski alltaf að reyna að fá eitthvað meira svona fast mótaðar hugmyndir eins og gætu þú sagt, það er mikilvægt að sé einhvers staðar vatn, það er mikilvægt að það sé einhvers staðar smá gróður, það er mikilvægt að það sé, þú veist, ef við erum að segja, þú veist, það þarf að helst að vera einhvers konar leikvöllur eða eitthvað, þú veist, það þarf að helst að vera einhvers konar skjól. Er eitthvað svona sem sem þú myndi vilja að væri í búið fyrir öll samfélög, allir hefðu aðganga? Já, sko ég hef og byggið það bara á bæði eigin rannsóknum og annara, að það eru svona 4 þumaputtareglur, getur maður sagt, í þessu, að þú vilt að umhverfið sé fjölbreytt. Já. Veist, og ég meina, þú vilt að húsin séu, til dæmis ef þú ert að byggja hús, alveg svo náttúran, hún er svo fjölbreytt. Og þá viltu að húsin séu fjölbreytt, þú vilt að hitt byggða umhverfið sé það líka, að það hafi upp eitthvað að bjóða, eitthvað óvænt og skemmtilegt, eitthvað sem fangar augað. Svo viltu líka að umhverfið sé í mannlegum skala. Veist, þannig að þú vilt að það haldi utan um þig á sama tíma og það er ekki yfirþyrmandi. Já.
Þess vegna það þannig. Viljum ekki þannig til að stór hús, meinur? Nei, við viljum nefnilega ekkert stór hús og það kannski stóri miskilningurinn í þessu öllu saman að halda að við viljum það, þó að það sé kannski í einhverjum tilvikum að þá kalli aðstæður á það að við verðum að byggja stærra, veist, ég meina bara í Hong Kong eða eitthvað, veist, tökum eitthvað svoleiðis dæmi, sko. En veist, mannlegt eðli kallar ekki, vill ekki stórar og svona fyrirferða mikla byggingar. Við tengjum ekki við það. Við viljum tengst við náttúru. Já. Við komum úr náttúrunni, við erum sprottin úr náttúrunni. Náttúruna okkar heimili, segir Roger Ulrich, sem einn af frumkvöðlum í umhverfissálfræði. Vil ganga svo langt að segja það. Að náttúran bara okkar raunverulega heimili, sko. Já. Og við erum og öll okkar skynfæri. Við erum náttúra. Við erum náttúra, veist, við erum náttúrulega bara partur af henni og öll okkar skynfæri, þau miðast við náttúru. Veist, allt, veist, við þurfum ákveðna mikla örvun til dæmis, bara til að fungera. Það það sem að náttúran býður upp á í svo ríkum mæli. Þannig að við erum með þessa þætti og svo erum við með tengsl við sögu og menningu. Að okkar umhverfi að það virði sögu og menningu. Já, frábært. Veist, þannig að það þessir 4 þættir. Ef við komum þá aftur bara inn á þetta með heilbrigði og langlífi. Heldur þú að stór hluta lífsstílsjúkdómum sem nú orðið stærsta vandamál okkar heims sé út af því hvernig við höfum gleymt að huga að þessum mannlegu þörfum? Já, ég get alveg svona með bara nokkri svona vissu sagt að það það, við höfum gleymt að huga að sálfræðilegri endurheimt. Við höfum skapað okkur aðstæður sem eru það krefjandi fyrir okkur að við náum ekki að hlaða batterið okkar. Og við vitum alveg, ég meina, ef við setjum þetta bara einfalda myndlíkingu, við erum með síma. Flestir hlaða síman á nóttunni. Þeir gera ráð fyrir því að þegar þeir vakna á morgnana þá standi 100% í batteríinu. Hvað myndi nú gerast og hversu lengi myndi það endast ef að það myndi alltaf tapast sem bara 5% á hverju? Þannig að það 95 og svo næstu 90 og svo 80. Þá því síminn búinn eftir smá tíma. Eins og gerist reyndar. Þannig að hvað gerum við þá? Þannig að þú ert að segja smátt og smátt erum við að ganga á batteríin. Við erum að ganga á okkar resursa, okkar hæfni og okkar getu til að standa okkar plikt, til að bregðast við. Það, ég meina, segl okkar, hún líður fyrir það, sem að og þar lendi, veist, meina, það koma líkamlega einkenni, það koma andlega einkenni, það eru félagsleg einkenni, þetta situr allt þarna, bara sko, þetta byggir allt, þetta situr allt á sömu stóðinni, sko. Ok, út af því að við erum komin nálægt enda á þessum þætti og það er margt sem væri gaman að tala um, en nú alveg að koma kosningar. Eitthvað sem væri algjör snilld að yrði í umræðinni núna fyrir þessar kosningar sem að myndu styðja við heilbrigði og hamingju og langlífi fólks? Þar koma náttúrulega skipulagsmálin, sko, að það verði raunverulega tekið og virkilega rýnt ofan í það hvað hefur verið að gerast í skipulagsmálum, veist, á höfuðborgarsvæðinu og víða land. Já, hvað ættu að setja á stefnuskrá, meina ég? Hvað ættu, góður stjórnmálamaður sem að hugsa út fyrir bóksið, hvað gæti hann sagt núna sem segði bara það sem að ég myndi segja ég ætla ekki hugsa hann? Sko, hann myndi segja það að núna á næsta kjörtímabili þá ætlum við að byggja upp umhverfi sem að mætir mannlegum þörfum. Já. Það það sem að, og þá myndir þú kjósa mig. Já, ég myndi kjósa þig eftir framboði. Nei, reyndar ekki. En ég er róttækari þú. Ég myndi alveg vilja að einhver segði, ég er tilbúin til þess að láta styðja það að fólk fái að gera þetta eftir sínu höfði. Þú veist, ef það er einhver sem vil, nennir ekki fara eftir öllum reglugerðunum, að hann megi bara forma sitt umhverfi og sitt samfélag eins og hann sýnist. Ef fólk finnur á sína jörð og er bara með sínar hugmyndir,
Mætti ekki vera meira frelsi í kerfinu? Sko, nú þetta, jú, sko, það mætti vera meiri sköpunar kraftur í kerfinu, myndi ég segja. Og það mætti vera meiri, sko, ég vil með það bara meiri heiðarleika í kerfið. Og það meiri kjark í þetta kerfi. Veist, ekki að, sko, við erum að, það er verið að skipuleggja. Og það er svo oft sem einhvern veginn, því er svona haldið frá hagsmunaaðilum, íbúum og fleirum, hvað raunverulega stendur fyrir dyrum. Það er eitthvað samráð sem ég kalla það leikrit, alveg bara alla leið, það dæmi allt saman. Af því það er ekki, sko, það er bara verið að uppfylla formkröfur, það er, sko, í langflestum tilvikum, það er bara verið að haka í box, það er ekki samráð til að eiga samráð. En hvernig væri, einu sinni var sett svona jafnréttis viðmið í ákvarðanatöku, ef það væri bara í öllum skipulagsmála, það væri svona hamingju viðmið í öllum ákvarðanatökum. Væri það ekki brilljant ef að það þyrfti, sko, þú færð ekki byggingarleyfi hérna nema þú hugir að þessum þáttum sem að snúa að velferð fólksins sem ætlar að búa þarna. Það væri brilljant skref að gera það. Veist, og ég hef talað fyrir því, alveg sem við erum með, sko, umhverfismat, sem við erum að meta alls konar umhverfisþætti. Ég vil að það sé sett sálfræðimat. Veist, að það sé bara einfaldlega að þú þarf bara að sýna fram á það. Og ekki bara með einhverjum hókus-pókus tárabröðum, heldur þetta sýna raunverulega fram á það að það sem þú ert að gera sé mannbætandi, sé uppbyggilegt og heilsusamlegt fyrir fólk. Og það verði svona breyta við hliðina á svona hagvaxtartölunni að það verði hamingjutala. Já, það er þannig, sko, nýleg könnun hjá HMS sem kom núna út bara í síðasta mánuði. Hvað er það sem fólk vill helst og skiptir fólki mestu máli? Veljan. Já. Í öðru lagi, það er þægindi. Þriðja lagi, hagkvæmni. Peningarnir koma nú í 3. Já, hugsaðu. Já. Veist, föru núna og þetta er sama sem fræðin segja. Þannig að nú skulum við hætta að reyna að besservissar okkur í gegnum þetta allt saman. Nú skulum við bara taka fræðin, gefa þessum fræðum, umhverfis sálfræði, hamingjufræðum og slíku, gefum því bara rými við þetta borð. Ég er ekki að segja að þessi fræði ekki að yfirtaka allt, en þau þurfa sitt rými, þau að fá það rými sem þeim ber í þessar umræða, því í enda dagsins, hverjir eru það sem eru að búa í þessum hverfum, í þessum húsum, og eru að keyra eftir þessum götum, hverjir eru það? Það er fólk. Myndirðu treysta til þess að segja að við myndum spara til lengri tíma ef við huguðum af vellíðan og heilbrigði og hamingju? Já, algjörlega, bara algjörlega, þetta eru bara fyrirbyggjandi aðgerðir. Ég meina, við erum með heilbrigðiskerfi sem er orðið rosalega dýrt og stefnir að vera ennþá dýrara eftir því sem þjóðin eldist, með því að beita þessum aðferðum. Þannig erum við konum í mótsögn, við ætluðum að búa til samfélag sem myndi leyfa öllum að verða gamlir, en það heilbrigði eldra fólks væri þá kannski eitt af þessum. Út af því að við vorum að tala áðan, sko, að Erum við komið í þessu? Já, út af ég Býtum við, ok, og nú veit ég ekki hvort að ég hugsa eftir einhverjum brautum sem það er ekki víst að allir skilji mig. Nei, út af við vorum að segja þess svona umhverfi sem styður við heilbrigði og hamingju eykur langlífi. Já. Og svo ef það er dýrt fyrir heilbrigðiskerfi að við verðum langlíf. Nei, það er ekki, ég er ekki að tala um það. Ég er ekki að tala um að gera umhverfi betra til að stytta líf fólks, einmitt til að lengja, til að fólk geti búið við góða heilsu. Já. Fram eftir aldri. Fram á gammalsaldri. Já, að við séum ekki að eldra fólk sé ekki að verða óvirkt, sko. Já. Af því að það er heldur ekkert gaman að vera óvirkur, sko. Nei, nákvæmlega. Þannig að sko, þetta skiptir svo miklu máli þegar við búum til gott umhverfi, þá styðjum við samfélagið svo margan hátt og hætt. Og þessi umræði sem kemur inn núna, verður nú alveg efni í heilan þátt. Hvernig væri hægt að styðja þá sem eru eldri og eru dottnir út af vinnumarkaði að tilheyra í einhverju félagslegu samhengi að hafa hlutverk og tilgang? Það sjálfsögðu, ég menn það skiptir, við þurfum öll að hafa hlutverk og tilgang. Já.
og við getum svo sem það að ræða það frá mörgum hérna sjónarmiðum. En með því að byggja upp umhverfi fyrir þá sem eldri eru sem hentar þeim og hvetjandi fyrir þá bæði andlega og líkamlega og félagslega. Þá erum við að skapa miklu betra, má ég nota ævikvöld, skilurðu? Ég meina, hvað orð sem við notum? Það sem við endum öll. Já, ég meina við endum öll þarna og hérna þannig að sko við viljum öll í enda dagsins, þá viljum við öll það að þessum hópi eins og öllum öðrum hópum samfélagsins líði vel og hann búi við sem mesta reisn og besta heilsu eins lengi og mögulegt Ég held að ég get ekki ímyndað mér að sé nokkur einasta manneskja sem eitthvað ósammála þessu. Akkurat. Er komið að því að stofna nýjan stjórnmálaflokk eða hefur þið hugleitt að fara í framboð? Sko, gaman skuldi koma að þessu. Það hefur verið skorað dálítið mikið á mig að fara í framboð. Ég hef ekki alveg séð hérna. Hvar þú átt heima? Nei, ég hef ekki alveg séð hvar ég á heima. Hvar ættir helst heima? Hvaða stjórnmálaflokkur næstur? Ég veit það ekki. Hverjir hafa skorað á þig? Ég gefi það ekki upp á þessu stímatis. Já, þetta er skemmtilegt. Já, en þetta sko, það sem er þörf á að mínum að inn í stjórnmálin, það er meiri kjarkur og það er meiri, sko, samfélagsleg hugsun og meira þetta að við erum í þessu saman en ekki sundruð og við þurfum að halda samfélaginu saman og með því að búið til gott umhverfi þá stuðlum við að samheldni. Það er bara eitt af lykilhugtökum í umhverfissálfræði, það er félagsleg samheldni og á því byggir að fólk geti átt í samskiptum, því geti liðið vel, það geti myndað tengingu við sitt umhverfi og ræktað svona sinn garð sko. Frábært. Og ég vona að þetta spyrjist vel út sem við erum að tala hérna og hafi áhrif inn í kosningarnar. Þetta er mjög þarft og mikilvægt og Páll Líndal, takk kærlega fyrir samtalið og við sjáumst aftur á morgun og þá ætlum við að tala gervigreind, hvernig hún getur gagnast okkur með alls konar hætti, jafnvel orðið okkar besti vinur og helsti ráðgjafi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.